Það er komið að 15. dagskrá starfsáætlanir ráða og það er velferðarráð í þetta skipti og til máls tekur bæjarfulltrúi og formaður velferðarráðs Heimir Haraldsson. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, frá því að ég stóð hér fyrir ári í sömu erindagjörðum hafa átt sér stað heilmiklar breytingar á þeim verkefnum sem tilheyra velferðarráði. Fyrst ber að nefna og hefur verið mikið í umræðunni nú undanfarið er það að öldrunarheimili Akureyrar eru ekki lengur á okkar forræði en ríkisvaldið samdi við Heilsuvernd rekstur þeirra og óska ég þeim velfarnaðar og hvet ég þá til þess að halda áfram því góða starfi sem þar er unnið. Önnur breyting sem er líka vert að nefna er að áramót sameinuðust fjölskyldusvið og búsetusvið í eitt velferðarsvið. Með breytingunni tók í gildi nýtt skipurit þar sem verkefnin eru sett upp í 3 ramma, þjónustu við börn, félagsþjónusta og heimili og virkni. Í gangi er vinna í hverjum ramma þar sem forstöðumenn og lykilstarfsmenn takast á við spurningar hvernig þau þurfa að vinna saman á nýjan hátt til þess að ná árangri. Með árangri er átt við það markmið með breytingunum að einfalda verkferla, stytta boðleiðir og þétta og bæta þjónustuna. Einnig er verið að skoða aðkomu notanda að þjónustunni og horft til markmiðs með breytingunni að einfalda aðkomuna og jafnframt vinna að rafrænum lausnum eins og kostur er. Í þessari vinnu er það óhjákvæmilegt að starfsfólk þarf að skoða hvernig það hefur unnið hlutina og getur það haft jákvæð áhrif á starfsemina sem og þá sem þjónustuna hryggja. Velferðarsvið vinnur eftir gildum velferðarstefnu Akureyrarbæjar sem grundvallast á 3 gildum. Fagmennsku, virðingu og gagnsæi. Aðeins til þess að upplýsa hvaða verkefni tilheyra sviðinu og hvaða þjónusta við veitum. Við veitum þjónustu samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum, lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, tökum á móti og vinnum úr umsóknum fjárhagsaðstoð, veitum félagslega ráðgjöf og vinnum að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði, veitum úrræði til verndar einstökum börnum þegar þess er þörf og í þeim tilgangi að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunar. Við veitum sérhæfða þjónustu við fatlaða sem felst í ráðgjöf til fatlaðra og fjölskyldna þeirra, meðal annars í formi stuðningsviðtala og samhæfingar á þjónustu og fræðslu. Tökum á móti umsóknum stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og metum umönnunarþörf. Umsjón á kerfi félagslegra íbúa Akureyrarbæjar og tökum á móti umsóknum íbúðir og sérstakan húsnæðisstuðning. Þannig að heyra má að verkefnin eru fjölbreytt. Við veitum búsetuþjónustu en þá er átt við þjónustu sem miðar að því að styðja við sjálfstæða búsetu fólks og skapa fólki aðstæður til að lifa sem eðlilegasta lífi á heimili sínu þrátt fyrir skerðingar á færni og breytingar á högum sem kunna að verða samfara hækkandi aldri, fötlun eða veikindum. Unnið er eftir 3-þætti hugmyndafræði en það er hugmyndafræði valdeflingu en hún miðar að því að efla getu einstaklingsins til að stjórna eigin lífi, taka sjálfstæðar ákvarðanir, nýta réttindi sín og öðlast þau lífsgæði sem eðlileg þykja. Til að nefna verkefni sem undir þetta falla má nefna heimaþjónustu, heimsendan mat, félagslega liðveislu, búsetu með þjónustu, skammtímavistun fyrir fatlað fólk, skólavistun fatlaðra barna, ráðgjöfina heim, ráðgjöf iðjuþjálfa, vettvangsteymi, lautina, notendastýrða persónulega þjónustu og svo rekstur búsetukjarna. Eins og heyra má á upptalningu á þessum verkefnum þá eru þau fjölmörg enda er þetta næststærsti málaflokkur sveitarfélagsins rekstrarlega séð á eftir fræðslumálum. Í janúar síðastliðnum kom út skýrsla þar sem málaflokkur fatlaðs fólks var tekin út og lagðar fram tillögur og rekstur og stjórnsýsla voru tekin út. HLH-ráðgjöf var fengin til verksins. Í lokaorðum skýrslunar segja höfundar með leyfi forseta: miðað við upplýsingar sem framkoma í skýrslunni kemur Akureyrarbær vel út í samanburði við að minnstakosti nokkur sveitarfélög varðandi rekstrarafkomu í málefnum fatlaðs fólks. Þannig má ætla að tekist hafi vel til varðandi rekstur málaflokksins síðastliðin ár.
Þetta er jákvæð niðurstaða að mínu mati og fagna í henni og langar mig að þessu tilefni að hrósa öllu starfsfólki velferðarsviðs sem vinnur þessa daglegu vinnu sem tilheyrir málaflokknum og er ómetanleg. Skýrsluhöfundar koma líka með fjölmarga tillögur sem miða því að bæta stjórnsýslu, rekstur, þjónustu og starfsumhverfi starfsmanna en segja jafnframt að þeir komi með fleiri tillögur en færri en svo er það okkar að velja úr. En til að undirstrika og ítreka að tillögurnar eru þannig úr garði gerðar að þjónusta sveitarfélagsins í málaflokknum skerðist á engan hátt frekar að það leiði til betri og aukinnar þjónustu. Velferðarráð vinnur eftir áætlun sem gerir ráð fyrir að unnið verði sérstaklega að 31 tillögu. Þegar er hafin vinna við 6 tillögur. Einna stærst er tillagan að skoða verði framtíðar uppbygging í málaflokknum varðandi húsnæði og er þá átt við allt húsnæði, svo sem vegna búsetu fatlaðs fólks, atvinnu og skammtímavistun. Skipaður hefur verið vinnuhópur til þess að fara ofan í þessi mál og er hann við það að hefja störf. Er að ræða vinnuhóp velferðarráðs og starfsmanna bæjarins sem ætlað er að meta þörf fyrir uppbygging á húsnæði næstu 8 til 10 árin, bæði hvað varðar búsetuna og vinnustæðina. Það sem vinnuhópnum er ætlað að skoða eru til dæmis hugmyndir úttekt svo sem varðandi það að byggt verði við Plastíðuna Bjarg og byggt verði við Skógalund. Auk þessara tillögu er hafin vinna við 4 verkefni sem snúa að rekstri þjónustukjarna og 1 verkefni sem snýr að Plastíðunni Bjargi er einnig farið af stað. Við ströndum frammi fyrir fleiri áskorunum en framkoma í skýrslu HLH-ráðgjafar enda velferðarsvið gríðar stórt að umfangi. Ein af þeim er heimaþjónustan. Akureyrarbær hefur byggt upp öfluga heimaþjónustu eða stuðnings- og stoðþjónustu eins og hún heitir samkvæmt félagsþjónustulögum. Veitt er almenn og sértæk þjónusta, allt frá því að vera þrif 1 sinni til 2 í mánuði yfir að vera innlit 4 til 6 sinnum á sólarhring. Notendahópurinn eru aldraðir, fólk með þroskahömlun, fólk með langvinna sjúkdóma, MS, MND og seinni tíma heilaskaða og fólk með geðvanda, fólk með samsettan geð- og fíknivanda, einhvert fólk, seimfærir foreldrar og öryrkjar. Þannig sækja bæjarbúar aðstoð heimaþjónustunnar eftir ýmiss konar áföll, svo sem veikindi eða slys eða þegar getan fer að skerðast sökum aldurs. Tæplega 600 heimili fengu heimaþjónustu á síðasta ári. Ef horft er til skamms tíma er brýnasta verkefni varðandi heimaþjónustuna að finna húsnæði sem hentar vel allri starfseminni en eins og staðan er nú er aðstæðan tvískipt og sumir starfsmenn hafa alls enga aðstöðu. Til lengri tíma þarf að aðlaga þjónustuna með tilliti til áætlara mannfjöldaþróunar á næstu árum. Ljóst er að mikil fjölgun verður í hópi aldraðra og af þeirri ástæðu verður það áskorun að mæta þörfum þessa hóps. Mögulega þarf að endurskipuleggja þjónustuna, forgangsraða meira en nú er gert og nota það fjármagn sem til ráðstöfunar verður á hverjum tíma til að mæta þeim sem eru í mestri þörf. Fyrirsjáanlegt er að auka þurfi áherslun á heilsueflingu og forvarnir eldri borgara til þess að seinka því að fólk þurfi viðamikla þjónustu heim eða það þurfi að flytja á hjúkrunarheimili. Þessi breyting á aldurssamsetningu samfélagsins mun kalla á viðhorfsbreytingar og án efa breytingar í þjónustukeðjunni allri. Húsnæðismál eru alltaf áskorun fyrir sveitarfélög. Í lok árs 2020 var fjöldi félagslegra íbúða alls 338 íbúðir sem skiptust í almennar félagslegar íbúðir og húsnæði í málaflokki fatlaðs fólk, einkum þjónustukjarna. Í maí 2021 voru 142 á biðlista, þar af 31 að bíða eftir flutningi. Þetta er heldur færra en í desember 2020 en þá voru 154 á biðlista og þar af 27 á flutningslista. 44 úthlutanir urðu á síðasta ári, þar af 3 vegna flutnings. Áætlaður biðtími eftir 2 herbergja íbúðum er 3 ár en þar er vöntun á íbúðum. Biðtími eftir 3 herbergja íbúð er styrstur eða rúmt ár en síðan vantar stærri íbúðir 4 og 5 herbergja en meðal biðtími eftir þeim er 4 ár. Mikilvægt er að halda áfram að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði sem ekki getur séð það sjálft. Þannig þarf árlega að huga að kaupum inn í félagslega húsnæðiskerfið með því að endurnýja eldra húsnæði og líka til þess að dreifa félagslegu húsnæði eðlilega
í öll hverfi bæjarins, til dæmis nýju hverfin, Nausthverfi og Hagahverfi. Einnig þarf að tryggja eðlilegt viðhald húsnæðisins, en gamalt og illa haldið húsnæði er ekki boðlegt. Sérstakur húsnæðisstuðningur er í boði fyrir fólk vegna félagslegra aðstæðna og lágra tekna og á erfitt með húsnæðiskostnað sinn. Tekjuviðmið vegna sérstaks húsnæðisstuðnings voru hækkað 1. janúar síðastliðinn, enda mun fleiri sem fengu stuðning á fyrstu 4 mánuðum þessa árs, 326 einstaklingar á móti 256 á sama tíma í fyrra. Í vor voru tekin í notkun húsnæðisúrræði fyrir fólk með fjölþættan vanda. Er að ræða 2 einbýli í Sandgerðisbót og 3 íbúðir í eldra einbýli sem breytt var til þess að nota. Á móti stendur til að rífa einbýli sem notuð voru fyrir þennan hóp, en samtals eru 6 einstaklingar sem nýta þessi úrræði eins og virðist þetta lofa góðu. Ég tel að húsin í Sandgerðisbót séu dæmi vel heppna verkefni hvað staðsetningu og annað varðar. Rétt er að taka fram að á skipulagi eru 2 lítil einbýli til viðbótar á sama stað, þannig að það er svigrúm til þess að bæta í. Áfram þarf að huga þessum hópi sérstaklega, en ljóst er að hann er kominn til þess að vera í þessu samfélagi. Ég held ég mæli fyrir okkur öll í bæjarstjórn að við værum alveg til í að sjá enn meiri fjölgun íbúa á Akureyri. Mér langar að segja frá verkefni sem við gerðum við ríkið og móttöku flóttamanna nýverið. Á þessu ári gerði Akureyrarbær samning við ríkið til 1 árs afturvirkt móttöku flóttamanna. Unnið er eftir þessum samningi fyrir þá sem fengu vernd eftir apríl 2020. Þetta eru 3 aðilar og búið er að gera einstaklingsbundna þjónustuáætlun fyrir hvern og einn. Fjölmenningarsetur er nýlega farið að hitta þá sem hafa fengið vernd á síðustu vikum, en enn sem komið hefur enginn komið til Akureyrar úr þeim hópi, enda var svo sem búist við því. Flestir hafa komið sér fyrir á höfuðborgarsvæðinu og vilja vera þar áfram. Samstarfið fjölmenningarsetur er gott og gert er ráð fyrir að fólk eigi eftir að koma til Akureyrar þar sem er búist við fjölda flóttamanna til landsins á næstu misserum og árum, en fjöldi flóttamanna sem kemur til landsins hefur aukist mjög undanfarin ár. Samvinna við önnur sveitarfélög sem taka þátt í verkefninu er í gangi til þess að samræma þjónustuna. Einnig hefur verið fundað með samstarfsaðilum á svæðinu til að stuðla að skipulegri og faglegri þjónustu. Þáttaka í þessu verkefni ætti að leiða það af sér að sveitarfélög verða betur undir það búin að taka á móti einstaklingum sem vilja setjast hér að, og finnst mér það vera fagnaðarefni, og við sem stærsta sveitarfélagi á landsbyggðinni eigum að vera valkostur fyrir fólk sem vil setjast að í nýju landi. Eitt af stóru verkefnunum framundan er að undirbúa og innleiða lög samþætta þjónustu í þágu barna, svokölluð farsældarlög. Frumvarp lögin liggur nú fyrir á Alþingi. Gert er ráð fyrir að það verði samþykkt nú á vorþingi og taki gildi 1. janúar 2022. Meginþema samþættingarinnar er snemmtæk íhlutun, en samkvæmt lögunum skal fylgjast með velferð og farsæld barna og foreldra og meta þörf fyrir þjónustu. Enn fremur skal bregðast við þörfum barna og foreldra fyrir þjónustu á skilvirkan hátt leið og þær vakna og eiga samráð á milli aðila með það að markmiði að þjónustan sé samfelld og samþætt í þágu velferðar og farsældar barna og foreldra. Frumvarpið kveður á nauðsynleg samvinna skuli eiga sér stað innan heilbrigðis-, mennta- og velferðarkerfis. Ýmis nýmæli er þar svo að finna að stigskipta skuli allri þjónustu við börn á vegum opinberra aðila og hlutverk tengiliða og málastjóra til að tryggja öllum börnum og fjölskyldum þeirra þjónustu þegar þarf á að halda. Nú er að hefjast undirbúningur hjá bæjarfélaginu við að kortleggja með hvaða hætti verður farið inn í þetta verkefni. Það er ljóst að nokkru þarf að kosta til með fjölgun starfsfólks, en á móti kemur að ríkið áformar að koma fjárhagslega til móts við sveitarfélög í gegnum jöfnunarsjóð. Nákvæmlega hvernig það verður gert liggur ekki fyrir á þessari stundu, en eftir að frumvarpið hefur verið samþykkt hefst vinna í ráðuneyti við reglugerðarsmíð. Sem formaður velferðarráðs lýsi ég mikilli ánægju með framkomið frumvarp og bind vonir við að markmið verðandi laga náist. Til þess að svo megi verða þarf bæjarfélagið styðja vel við starfsfólkið sem fær þar hlutverk að skipuleggja og vinna þessa vinnu.
Mér líður þannig í ljósi þess hvernig aldurssamsetning þjóðarinnar er að breytast að samþætting sé lykilorð í þjónustu við fólk. Stundum tekst okkur sveitarfélögum og ríki að búa til kerfislægan vanda sem virðist vera flókið að leysa, klassískt svona computer says no. Væri hægt að heimfæra farsældarlögin á þjónustu við eldra fólk og bara fólk almennt, leiða saman svið, kerfi, stofnanir, óháð því hverjum þau tilheyra, leikmenn og fagfólk til þess að brjóta niður múra og bæta þjónustu sem á endanum verður betri og að öllum líkindum hagkvæmari. Hljómar eins og tilboð sem ekki er hægt að hafna, við verðum að standa með fólki, búa þannig hnútana að íbúar sveitarfélagsins búi við jöfn tækifæri, jafnrétti og virðingu. Við höfum starfsfólk á vettvangi sem er að vinna frábært starf og sem formaður velferðarráðs er ég ótrúlega stoltur af því hvernig starfsfólk sviðsins sinnir sínum störfum og ef ríki og sveitarfélög gætu fellt niður múra sem hafa stundum hamlandi áhrif á þjónustuna við fólk væri hægt að gera góða þjónustu enn betri. Ég hef stiklað á stóru varðandi verkefni og áskorunir sem við stöndum frammi fyrir sem sveitarfélag. Mér langar að þakka félögum mínum í velferðarráði, Gunnfríði, Hermanni, Láru, Róberti og Sigrúnu fyrir gott samstarf og samvinnu og langar mig að þakka sérstaklega sviðsstjóra velferðarsviðs Guðrúnar Sigurðardóttur og Karolínu Gunnarsdóttur þjónustustjóra velferðarsviðs en þær leiða störf sviðsins af mikilli fagmennsku og eru lausnamiðaðar í störfum sínum sem einfaldar okkar störf sem sitjum í velferðarráði. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Heimi kærlega fyrir þessa góðu yfirferð. Þetta er náttúrulega ótrúlega áhugavert og mikilvægt svið hjá okkur sem að spannar ansi víðfeðma undirstöður sem við þurfum að hafa í góðu samfélagi. Það voru kannski nokkrir hlutir sem ég langaði bara svona að staldra við. Mér finnst það mjög áhugaverð þessi samlegging varðandi farsældarlögin samþætta þjónustu í þágu barna og hvort það væri hægt að læra eitthvað af henni, sérstaklega varðar til dæmis þjónustu við aldraða en líka kannski bara alla í samfélaginu. Mér finnst þetta spennandi verkefni til þess að horfa á inn í framtíðina og skipta miklu máli en það var það kannski einmitt í þessum markmið með því að sameina til dæmis fjölskyldu og búsetusvið að setja þar notandann í fyrsta sæti og þjónustuna sem að ég held að hafi tekist með ágætum. Auðvitað stundum situr maður og býr í þessum litla bæ þar sem að manni líður eins og allt sé einhvern veginn bara fullkomið og svo hugsa maður að það séu 600 heimili sem fái heimaþjónustu á síðasta ári og að það séu einhver 100 að bíða eftir félagslegum íbúðum jafnvel í 3 til 5 ár og það séu svona margir sem að fái að njóta sérstaks húsnæðisstuðnings sem eru þetta ánægilegt að veita en á sama tíma minnir okkur á að það er fullt af fólki í bænum sem að þarf á stuðningi að halda og það er mikilvægt fyrir okkur að muna það hversu mikilvægt verkefni þessa sviðs er og þeirra ákvarðana sem að við tökum hér meðal annars með því til dæmis að hækka sérstakan húsnæðisstuðning. Og að horfa til þessara einbýla í Sandgerðisbótinni fyrir fólk í viðkvæmri stöðu og að það hafi loksins tekist er virkilega ánægjulegt og við getum horft til þess. Auðvitað horfum maður á að biðtími eftir félagslegu húsnæði í 3 til 5 ár sé allt of langt og þetta er einmitt landlægur vandi líka og áhugavert hvort og hvernig sveitarfélög og ríki gætu svona rætt aðrar lausnir eða úrræði að hvernig við eigum að takast á við þessar breytingar. Það hjói aðeins eftir því að það væri brýnasta verkefni varðandi heimaþjónustu að finna húsnæði þar og mér finnst kannski mikilvægt að spyrja bara aðeins nánar út í það og varðandi starfsaðstöðu fólks að hvort og hvort að það sé í skoðun og þá hvernig og hvort það sé eitthvað plan.
og að upplifa það að það sé kannski sumir starfsmenn sem hafi alls enga aðstöðu, kannski slær mig allavega svolítið. Síðan var það varðandi móttöku flóttamanna og fjölmenningarsetrið. Þar höfum við rætt svolítið fjölmenningarstefnuna og aðgerðir fjölmenningarmála yfirleitt hjá okkur. Hvað varðar aðgerðir fjölmenningarstefnu og hvernig okkur gengur að fylgja því eftir, sem væri auðvitað áhugavert að taka til umræðu hérna í bæjarstjórn, eins og við höfum rætt áður held ég að þessi hópur. En kannski til viðbótar þá hefur SSN einmitt fjallað sameiginlega fjölmenningarstefnu og samvinnu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra til að verða betri í því að taka á móti ekki bara flóttafólki, heldur bara taka opnum örmum á móti fólki af ýmsu þjóðerni sem auðgar líka samfélagið okkar verulega. En kannski spurning líka hvort að það sé eitthvað á döfinni varðandi hvort að það sé hægt að stytta þennan biðtíma eftir félagslegum íbúðum með einhverjum hætti. En annars bara tek ég undir kærar þakkir til starfsmanna sviðsins. Þetta oft þegar maður á í samtölum við önnur sveitarfélög, það sem að maður verður hvað stoltastur af á Akureyri, og þannig finnst mér að það eigi að vera, og það náttúrulega ekki síst starfsfólkinu okkar að þakka og auðvitað þeim forgangi sem að bæjarstjórn veitir málaflokknum og ætti að mínum að þetta gera áfram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka formanni velferðarráðs fyrir fína yfirferð á þessum stóra og mikilvæga sviði sem við höfum hérna. Mér langar líka til þess að taka undir orð hans varðandi að þakka starfsfólki öldrunarheimila Akureyrar fyrir góð störf. En það í rauninni líka bara afar mikilvægt þó svo öldrunarheimila Akureyrar séu komin undir rekstur heilsuverndar að við höldum áfram samtali og samvinnu. Ég komst í miður ekki til þess að kveðja starfsfólkið á öldrunarheimilum Akureyrar en Ásthildur bæjarstjóri fór fyrir okkar hönd og vil ég þakka henni fyrir það kærlega. En ég held einmitt að tek undir það að það er afar mikilvægt að við samþættum alla þá þjónustu sem við getum fyrir eldra fólk, allavega það sem nauðsynlegt og hægt er. Við þurfum að efla alla þá þjónustuþætti sem að koma til áður en að fólkið fer að nýta sér þjónustu öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Mér langar svona aðeins til þess að komast inn á verkefni öldrunarheimila Akureyrar varðandi sveigjanlega dagþjálfun sem er tilraunaverkefni sem að fór af stað fyrir held ég 2 árum síðan og hefur sýnt það hversu mikilvægt þessi þjónusta er og hvað er mikilvægt að fjölga dagþjálfunarrýmum til þess að mæta þörfum einstaklinga sem vilja búa heima hjá sér en geta það ekki sökum einhverja þátta. En þetta sýndi sig, þessi tilraun sýndi sig í rauninni að fólk gat búið lengur heima og dvalartími þeirra á öldrunarheimilum Akureyrar var styttri fyrir vikið. Og í rauninni var það þannig að mér skilst að einstaklingum var boðið að fá pláss inn á öldrunarheimilum Akureyrar en þau þáðu ekki að því þau gátu treyst þessari þjónustu, fannst það mikilvæg og vildu frekar vera heima. Sem sýnir sig að þetta er úrræði sem er að virka. Formaður kom aðeins inn á farsældarfrumvarpið sem Ásmundur Einar lagði fram, ráðherra, sem er virkilega flott og nauðsynlegt og ég held að öll sveitarfélög séu nú þegar farin að skoða það hvernig geta brugðist við og við meðal annars. Það er verið að skoða þetta veit ég inn á fræðslusviði í samvinnu við velferðarsvið, hvernig við getum gert þetta á sem bestan máta. Og fagna ég því, mér skilst að það sé þannig að ríkið taki þátt í kostnaði við 4 starfsmenn fyrstu 3 árin, þið leiðir mig sem kannski vitið betur, en þetta þær upplýsingar sem ég fékk og kannski óljóst með framhaldið. En þetta er einmitt kannski fordæmi þess sem að Akureyrarbær er líka að vinna að varðandi eldra fólkið okkar. En það er verið að hanna mælaborð fyrir eldra fólk til þess að kanna líðan og hagi þeirra sem er frábært og væri einmitt hægt að nýta í áframhaldandi vinnu í tengslu við að samræma þessi verkefni sem tilheyra fyrir börn og yfirfæra á eldra fólkið okkar. En við þurfum líka kannski að einbeita okkur vel að forvörnum og velferðartækni sem er til staðar í dag. Og það er til ansi mörg tæki og tól sem að auðvelda eldra fólkinu okkar lífið
og aðgengi að þeim kannski ekki alltaf til staðar og kannski ekki heldur þekkingin á því hvernig að nálgast þau, hvað sé hægt að gera. Ég fékk til dæmis dæmisögu einstakling sem kom í hjálpartækjaverslun fyrir sunnan, var alltaf í vandræðum með það að starta bílnum sínum því að viðkomandi gat ekki snúið lyklinum í svissinum. Hann hélt að hann væri svo eini á Íslandi sem að væri að glíma við þetta, en svo aldeilis ekki og það til hjálpartæki við þessu. Þannig að við þurfum að koma því betur á framfæri hvað til. En Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst yfir því að áratugurinn 2021-2030 skuli vera áratugur heilbrigðrar öldrunar. Og í ljósi þess langar mig kannski að varpa fram hérna hugmynd til formanns velferðarráðs, hvort að við getum ekki kannað það möguleikann á því að verða aldursvænt samfélag, líkt og Reykjavíkurborg að gera. Það kannski ekki mikill kostnaður í tengslum við það, hugmyndin byggir á því á virkni eldra fólks, það að segja að þeir haldi áfram að taka þátt í félagslegu, hagrænu, menningarlegu, andlegu og samfélagslegu lífi, ekki eingöngu það að þau séu líkamleg hreyfigeta og atvinnuþáttaka. En þetta kannski keimlíkt verkefninu varðandi heilsusamlegt, samfélag. Það í rauninni verið að tala það hvort við getum haft slétta gangstéttar, hvort við getum haft bekki með vissu millibili þannig að eldra fólki geti sest niður í göngutúrnum sínum. Það byggir líka á svona heppilegri staðsetningu á þeirri þjónustu sem eldra fólk sækir sér og áfram má ég telja. En það margt af þessum þáttum sem að snertir aldursvænt samfélag sem við erum klárlega að gera hér. Þannig að mér langar kannski að varpa þessari hugmynd til formanns velferðarráðs í tengslu við þetta. En ég brenn svolítið fyrir málefnum eldra fólks að vinna í verkefnahóp varðandi það og þar fáum við alls kyns skýrslur og upplýsingar og þar kemur meðal annars fram að það gerð rannsókn á högum og líðan eldra fólks og það nýbúið að kynna þær niðurstöður. Og ég held að við getum bara líka verið stolt af þeirri þjónustu sem sveitarfélagið að veita því þar kemur fram að 87% einstaklinga sem nýta sér heimaþjónustuna telja hana vera nægjanlega. Og svipað hlutfall eru bara mjög ánægð með þjónustuna sem þeir eru að fá. Þannig að við erum að gera vel, hins vegar þurfa kerfin okkar burt sér frá rekstraraðilum, þurfa þau að tala meira saman og við þurfum að skilgreina betur þessi gráu svæði sem eru á milli þjónustaðila. Og mér fannst miður þegar við mistum heimahjúkrunina frá okkur því við vorum í rauninni fordæmisgefandi sveitarfélag varðandi þjónustu við eldra fólk á samþættingunni hjá okkur á heimaþjónustu og heimahjúkrun. En ég held samt sem áður að við getum skoðað þetta þrátt fyrir mismunandi eða ólíka rekstraraðila eins og ég sagði áður. En mér langar bara að þakka enn og aftur formanni velferðarráðs fyrir fína yfirferð. Það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú byrjaði að þakka formanni velferðarráðs fyrir ljómandi góða skýrslu sem að lætur okkur held ég bara líða ágætlega með málaflokkinn. Það eru svona nokkrir hlutir sem ég langaði bara til þess að nefna og fyrst ætla ég að taka og það nú svolítið í samhengi við að við vorum að fjalla áðan skipulagi miðbænum að þá höfum við núna nýlega fengi áminningu það, eða ég hef allavega séð áminningu það að hversu mikilvægt það að gangstéttir séu sléttar og ég tek undir með bæjarfulltrúa Ingibjörgu það að þetta eitthvað sem við þurfum kannski að huga betur að, það rosalega fallegt að hafa svona alls konar steina og svona skraut og munstur í gangstéttunum en við þurfum samt að muna að það mikilvægast af öllu að fólk eigi gott með að fara hvernig sem að það fer þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum bara svona að passa að gleyma ekki að hugsa út í þegar við förum í framkvæmdir í miðbænum sem og annars staðar. Þannig ég held að hugsanlega þarna sé eitthvað sem við gætum gert betur og svo langar mig aðeins að viðra og taka undir með bæjarfulltrúa Hildíönu svona kannski áhyggjur af félagslega húsnæðiskerfinu. Við þurfum að
hugsa það, við höfum þetta rætta og kannski núna í, kannski svona 2 ár höfum við svona haft vonir að almenna húsnæðiskerfið létti á félagslega húsnæðiskerfinu okkar. Ég held að við ættum samt að passa okkur að setjast ekki of langt niður í sófan með þetta mál. Það er að segja, ég held að almenna íbúðakerfi sé ekki að fara að koma í staðinn fyrir félagslega húsnæðiskerfi. Við þurfum að passa okkur að missa ekki niður dampinn þarna. Og það er bara ekki þannig að það sé, þetta sé einhver ómettanleg hít. Ég meina, það er bara ákveðin fjöldi fólk sem að býr við það aðstæður að það á réttindi inn í svona félagslegt húsnæðiskerfi og það í mínum huga ekki markmiði sjálfu sér að vera með biðlista þarna, allavega ekki svona langan. Þannig að ég myndi gjarnan og hlakka til að heyra formann velferðarráðs aðeins segja okkur meira það hvort við höfum eða hvort það eru einhverjar svona framtíðar áætlanir hjá okkur þetta mál, af því að þarna þurfum við að passa okkur að mínum mati. Og svo langar mig að taka undir auðvitað fagn vegna litlu húsana í Sandgerðisbót, en ég vil bara segja að ég held að sem mikilvægt að við fylgjumst vel með hvernig fólki líður þarna. Af því að þetta í fyrsta sinn sem við erum í raun og veru að gera þetta svona, að þá held ég við ættum að leggja dálítið á okkur til þess að fylgjast vel með hvernig þetta að heppnast. Hvort að svona staðsetning sem auðvitað dálítið útúr, þó hún sé ekki hræðilega útúr, þannig að hvort þetta sé ekki bara ásættanlegt en við þurfum allavega að vita það. Svo vil ég bara sérstaklega fagna nýjum samningi og samstarfi þjónustu flóttafólks og ég vil bara þakka formanni velferðarráðs sérstaklega fyrir að minnast svona sérstaklega á það hversu mikið fagnaðarefni það er fyrir okkur þegar að fólk ákveður að leita betra lífs á Akureyri. Og ég held að þetta sé eitthvað sem mikilvægt fyrir okkur að muna, að þetta eitthvað sem gríðarlega jákvætt fyrir okkar samfélag. Og svo langaði mig líka aðeins að koma inn á málefni eldra fólks, það er að segja nú þegar við höfum skilað frá okkur rekstri öldrunarheimilana sem að við vorum öll sammála væri rétt að skrifa að gera og ég held sjálf að hafi verið bara eðlilegt mál, en það hefur málaflokkurinn þróast þannig að á þeirri stofnun, sú stofnun orðin meiri hjúkrunarþjónusta heldur en heimilisþjónusta kannski, en mér finnst þess að við þurfum að huga að því að við sem sveitarfélag berum skyldur varðandi húsnæði fólks. Þannig að ég held að við þurfum að fara að hugsa það, einmitt þessi stefna að fólk búi heima eins lengi og það vill og getur, að hugsanlega þarf að bregðast eitthvað við með húsnæði þar sem að fólk upplifir kannski meira öryggi. Þó það sé ekki hjúkrunarþörf til staðar, þá getur verið svona þörf fyrir öryggi og hugsanlega þörf fyrir þjónustu mjög nálægt sér og þörf fyrir bara samskipti og samfélag. Þannig ég held að þetta eitthvað sem við ættum að fara að hugsa núna þegar við erum búin að ýta þessum bolta úr okkar vör, má segja, sem að hjúkrunarheimilin voru og þannig að við svona hugum að því hvert þá okkar hlutverk í þjónustu við þetta fólk, það bara að útvega þessa heimaþjónustu eða það hugsanlegt að við þurfum að stíga inn með einhverjum hætti inn í húsnæðismál þessa fólks. Fleira var það ekki í bili. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir, lokið málsins næst tekur máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni Heimi kærlega fyrir yfirferðinni við málaflokk velferðarsviðs. Ég held að það sé eitt víst að einn stærsta ákvörðun sem við höfum tekið hér í bæjarstjórn nú á síðustu árum var að skila rekstri öldrunarheimilanna til ríkisins. Nú sá rekstur kominn yfir til aðila sem að við fengum hér að hitta við í bæjarstjórn í gær og eftir að bæði hafa hitt forsvarsmanns þess félags sem tekið hefur við og eftir að hafa heyrt í nokkrum starfsmönnum ætla ég að vera mjög bjartsýn á framhaldi hvað varðar öldrunarheimilin
og halda í þá trú að rétta ákvörðun hafi verið að ræða og hún sé bæjarbúum til heilla. Á öldrunarheimilunum vinnur að mínum mati framúrskarandi starfsfólk sem hefur verið að veita fyrirmyndar þjónustu og ég er sannfærð að svo verði áfram. Heimir fór yfir annað stórt verkefni, það tengist sviðinu, það eru stjórnsýslubreytingarnar og vil ég bara hvetja stjórnendur og bæjarstjóra og formanna að fylgja þessum breytingum vel eftir. Starfsfólki var í mjög langan tíma í óvissu hvaða ákvörðun skyldi taka í þessum stjórnsýslubreytingum og mér heyrist á samtali við einhverja starfsmenn að það sé ákveðin óvissa enn í gangi sem er bara mikilvægt að við vinnum hratt og vel úr og þannig að vel til takist. En Heimir kom inn á farsældarlögin sem að ég held að við sem flest öll sammála ef ekki öll að séu til góðs og erum spennt að vinna að. En eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á þá í rauninni einungis áætlað fjármagn tryggt fyrir starfsmenn til næstu 3 ára. Þannig að maður hugsar alveg hvað svo, þetta verkefni sem er búið að búa til þarna kostnað á sveitarfélögin sem mun ekki fylgja fjármagn með. Það er eitthvað sem ég finnst að við sveitarfélögum þurfum að fylgja eftir að svo verði ekki og vel til að takast að þá fylgi því fjármagn. Ég fagna svo innilega einbýlunum í Sandgerðisbótinni. Ég held að þarna hafi verið fundin afar farsæl lausn. Þannig að ég segi bara vel gert. Í starfsáætlun er komið inn á nokkur atriði sem langar bara að spyrja aðeins út í. Það er til dæmis rætt að tryggja skuli samræmi og samfellu í þjónustu milli samvinnusviða Akureyrarbæjar og við aðra sem að veita velferðarþjónustu. Mig langaði bara að spyrja hvernig svo samþætting gengi og hvernig þið sjáið það fyrir ykkur. Núna er náttúrulega veruleg breyting varðandi öldrunarheimilin og það komið í annan farveg, þannig að það væri áhugavert að Heimir kæmi aðeins inn á það. Eins var í greinargerð með starfsáætluninni talað að ráðið hefði verið starfsmaður til þess að kynna betur að það sem snýr að velferðartækni og það var gert síðasta sumar samkvæmt greinargerðinni. Mér sýndist að 5 milljónir hafa verið áætlaðar í velferðartækni eða verkefni tengdu velferðartækni á þessu ári, þannig að það væri áhugavert að Heimir myndi kannski ef hann veit hver staðan er á því og hvar við stöndum hvað það varðar, því að ég tek undir með öðrum sem komið hafa hér upp að ég held að þarna liggi framtíðin og þarna þurfum við að horfa til ef við ætlum að ná að koma til móts við þá aldursþróun sem er. Mjög brýnt að fara yfir húsnæðismálin og gott að heyra að þessi komin hópur á stað til að yfirfæra þann þátt. Mér langaði bara að spyrja Heimir hvort að það hefur verið einhvern ákveðin tímafrestur á skilum frá þessum hópi, því ég held að við þurfum að taka ákvarðanir fyrir en seinna í þessum efnum. Varðandi félagslegu íbúðirnar þá náttúrulega vitum við öll hér að nú hafa óhagnaðardrifin leigufélög verið að byggja upp íbúðir og koma sterkt inn á markaðinn og við vorum náttúrulega að gera okkur mikla vonir að það myndi létta á kerfinu. Nú er listinn styst aðeins, hvort að það sé þess vegna veit ég ekki en það væri áhugavert að vita hvort að uppbygging fleiri svona íbúða gæti stytt biðlistan enn frekar hjá okkur, hvernig þið sjáu það fyrir ykkur. Bara svona eitt að lokum, bæjarfulltrúi Ingibjörg Isaksen minntist á skilgreininguna aldursvædd bær eða borg. Það er kannski rétt að taka fram að þetta markmið er nú í velferðarstefnu Akureyrarbæjar nú þegar. Akureyri á að vera aldursvædd bær þar sem gott er að vera í efri árunum, en það sem kannski vantað í velferðarstefnuna hjá okkur var að skilgreina kannski betur hvað felst í þessari setningu.
og hvernig við ætlum að uppfylla það sem að því tengist. Þegar maður horfir yfir það sem við erum með, þá erum við í raun að uppfylla margt nú þegar. Þannig að við þurfum kannski að greina hvar við þurfum að gera betur, en þarna komið inn í þessum skilgreiningum inn á marga þætti, eins og virk samfélagsþátttaka, samgöngur, upplýsingagjöf, húsnæðismál og fleira. Og varðandi upplýsingagjöfina þá hefur maður heyrt á eldri borgurum það sé oft erfitt að finna upplýsingar, þær séu mjög dreifðar út allt og ég veit að það eru farnir starfsmenn að staða innan bæjarkerfisins að reyna að skilgreina þetta betur og koma upplýsingum á einn stað, og ég tel það vel og mjög mikilvægt að við gerum. Og ég sé fyrir mér að mér finnist það ekkert eingöngu þurfa að vera upplýsingar þjónustu eða það sem að Akureyrarbær veitir, heldur megum líka horfa út fyrir það, þannig að eldra fólk þurfi bara að leita á einn stað til að leita allar upplýsingar tengist þeim. Já, ég held ég ætli bara að láta þetta duga í bili. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrja á að þakka formanni velferðarráðs fyrir góða ræðu. Alltaf því bara skemmtilega þó að málefnið sé vissulega alvarlegt. En fyrst bara svolítil hugleiðing út frá því sem að formaðurinn sagði og nefndi sérstaklega aldraða, þar sem að það mikil fjölgun í þeim hópi fyrirsjáanleg. En reyndar sem betur fer líka batnandi fjárhagsstaða hjá þeim hópi, þar að segja að þessi kynslóð sem að koma inn í þann flokk á lífeyrisréttindi og hefur sterkari stöðu heldur en kannski þeir sem að voru í næstu kynslóð á undan. En engu að síður alveg ljóst að þjónustu þörfin á velferðarsviði mun aukast, ekki bara vegna aldraðra heldur alls konar heilsubrests, líkamlegs og andlegs, og bara í dag til dæmis lásum við fréttir það að Íslendingum með áunna sykursýki hafi fjölgað á 14 árum úr rúmlega 4.000 í rúmlega 10.000. Það auðvitað sláandi, og því miður eru fleiri sjúkdómar og kvillar sem að svipað ástatt Þannig að við verðum að sjálfsögðu að leita allra leiða til að ekki bara bæta okkar þjónustu, heldur kannski straumlínulaga og gera hagkvæma, því að þarna verður aukin eftirspurn, aukin kostnaður, og svo erum við að sjálfsögðu með fleiri svið í rekstri bæjarins, eins og Heimir kom líka inn á, sem að eru mjög fjárfrek. Þannig að við þurfum að vanda okkur við þetta allt. Og ein svona bein spurning sem ég hef til formannsins, það var að þú nefndir Skógarlund og plastiðjuna Bjarg, að þá fór ég að hugsa svona í anda hugmyndafræðinar styttingu vinnuviku, hvort að hversu stór hluti skjólstæðingana að mæta á hverjum degi og hvort að það sé nauðsynlegt eða æskilegt. Við eigum ágætt máltæki sem að segir heima best. Spurning hvort það geti að einhverju leyti átt við þetta fólk líka. Bæði út frá vellíðan og streituleysi, en líka með tilliti til kostnaður við rekstur á þessum starfsstöðvum og við ferli þjónustu sem að auðvitað hart keyrð hjá okkur. Við erum með eitthvað 80.000 ferðir á ári í ferli þjónustunni. Þetta mjög umfangsmikið og dýrt kerfi. Varðandi íbúðirnar sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi og fleiri. Hvað við getum gert til að eldra fólki líði betur og upplifi sig betur á eigin heimili, að það kannski nærtækt að hugsa þá uppbyggingu í nágrenni við þjónustukjarna sem að höfða til þessara hópa, og hvort sem að það væri þá til dæmis fjórðungssjúkrahús eða Hlíð, svo þjónusta sem að þar fer fram og mun fara fram. Svona bara sem dæmi. Og
ekki fleira frá mér. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinni. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil náttúrulega líkt og aðrir byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Heimi og formanni velferðarráðs fyrir ágæta yfirferð á málaflokknum og það nokkur svona atriði sem þarna er vert að tæpa á, mér langar að tæpa á. Mér langar aðeins í upphafi því að hann hóf mál sitt á því að segja frá því að hann hélt síðast ræðu þá hefði gert sá mikilvægur atburður í okkar sögu eins og maður segir að öldrunarheimilinu var skilað til ríkisins og Heilsuvernd hefur tekið yfir þennan rekstur og sem er vel. Því eins og við vitum öll að þá erum við búin að vera að berjast fyrir þessu nokkuð lengi. Það hefur verið þannig að við höfum verið að borga háar fjárhæðir með þessum rekstri og það kom ágætlega fram hjá mér, tel ég, hér í ræðustól í miðja febrúar, þar sem við ræddum skil á öldrunarheimilunum og þá stöðu sem við fórum í, að Akureyrarbær hefur á síðustu 9 árum borgað 1,7 milljarð með rekstrinum. Og þá erum við að tala algjörlega utan við eitthvað sem heitir innri leiga. Mér sárnaði því mjög þegar ég sá þátt í sjónvarpinu daginn þar sem á N4 þar sem var rætt við framkvæmdastjóra öldrunarheimilina fyrrverandi sem er þá núna framkvæmdastjóri hjá Heilsuvernd, þar sem hann fór að tala að þetta væri bara eitthvað bókhalslegt. Eitthvað bókhalslegt. Við erum búin að leggja þessi gögn fram aftur og aftur. Við byrjuðum á því að fá KPMG til að gera úttekt á þessari starfsemi og þeir tóku og gerðu skýrslu fyrir okkur fyrir árið 2012 til 2016. Og þá var alveg sundurgreint og tekin út innri leiga sem voru reiknuð út og tekin inn í staðinn húsnæðarkostnaður og þessi kostnaður vegna þessa sem við höfum látið út og greitt fyrir hönd ríkisins voru 842 milljónir. Síðan hefur þetta bara haldið áfram. Og þegar maður ber þessa tölu saman núna til ársins 2020, eða síðast árs, þá erum við að tala að þessar tölur eru yfir 1700 milljónir. 1700 milljónir sem skattþegar hér í bænum hafa greitt fyrir hönd ríkisins. Og þess vegna það okkur sem að þó við höfum rætt hér í bæjarstjórn að það hefði ekkert verið sérstakt áhugamál hjá okkur að losna við þessa starfsemi, en hins vegar það þannig að okkur ber að fara vel með fjármuni bæjarbúa. Og það var ekki gott fyrir okkur að vera að greiða með þessar starfsemi. Og ég vil ítreka þessuna að mér þótti það mjög miður að sjá framkvæmdastjóra öldrunarheimilina fyrrverandi halda því fram í þessu viðtali að hér væri eitthvað bókhalslegt dæmi að ræða. En að öðru, ég langar nú til þess að vera jákvæður. Ég vil fagna sérstaklega því að við fórum að létum gera úttekt á málaflokki fatlaðra og fengum skýrslu frá ráðgjafa þar sem að fari vel yfir þennan málaflokk og margt sem að kom fram í hans máli sem segir að við erum að gera mjög góða hluti. Og það er náttúrulega með þarna einhver atriði sem er verið að vinna með og það er vel, hversu vel, og ég vil fagna því í rauninni bara hversu vel bæði starfsfólk og ráðið er að taka á þessu máli og vinna með þessar tillögur og ég held að þetta skil okkur árangri. Eins og kom fram í máli formannsins þá er hann að tala að þarna sé verið að gera hluti sem að verða til hagræðingar á þess og þó að skerða þjónustu. Og það er eitthvað sem við þurfum að horfa til. Og við vitum það að við erum hérna í bæjarstjórn að velta fyrir okkur hvernig við getum náð fram sparnaði. Við erum að horfa til þess að koma inn sjálfbærni og þá þurfum við að skoða alla fleti, allstaðar. Og auðvitað er þessi málaflokkur sem við erum að tala þar að segja velferðarmálin, hann er mjög stór og hann er sístækkandi. Og þá þurfum við að leita leiða til þess í rauninni að þjónustan með kannski hagkvæmari hætti og bæjarfulltrúi Andri kom aðeins inn á það hér áðan. Þá í því samhengi þá verðum við að velta fyrir okkur félagslegum íbúðum. Eins og kom fram í máli formanns þá eru 338 íbúðir sem Akureyrarbær er með í rekstri og það maður velti við sér eigum við að halda áfram að bæta í og hversu mikil þörfin er þörfin. Auðvitað er alltaf langir biðlistar og þeir hafa verið frá því ég tók sæti í bæjarstjórn alltaf verið langir. En hlutfall okkar í félagslegum íbúðum er almennt gott, þar að segja hlutfall af íbúðum bæjarins í félagslega kerfinu er bara tiltölulega gott. En auðvitað má alltaf gera betur. Ég hef hins vegar kannski velti fyrir mér og kannski beinið því frekar til bæjarfulltrúa Andra sem er formaður umhverfis- og mannvirkjasviðs, hvort að menn ættu að skoða það í samstarfi við velferðarsvið að hreinlega fara
að endurnýja íbúðir frekar. Við erum komið með fullt af íbúðum sem þarfnast mikils viðhalds og spurningin er svo hvort það sé eðlilega að yngja upp íbúðakostinn. Það er eitthvað sem ég held að sé mikilvægt vegna þess að það er ofboðslega dýrt að halda þessu við og þetta kostar mikla peninga og það er alltaf verið að kalla á meira og meira viðhald á þessum íbúðum. Það er eitthvað sem við þurfum eitthvað að horfa til. Eigum við og þurfum við að fara að horfa til þess að selja frá okkur íbúður og kaupa þá nýjar í staðinn sem eru þá viðhaldsminni. En auðvitað er alltaf þannig að þessum málaflokki að þeim skjólstæðingum sem í þessum íbúðum að það fylgir oft viðhald sem oft er meira heldur svona almennt gengur og gerist og því þarf að sinna. En ég held samt sem að það er ekki heldur gott að við séum að koma þannig þessu í það að horfa að við séum orðin með of gamalt íbúðakerfi. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem á að horfa til. Ég vil líka nota tækifærina til þess að halda áfram að fagna. Ég ætla að leyfa mér að lýsa yfir mikill ánægju með farsældarfrumvarp barna og vonandi, og það er nú komið fram í máli ráðherra að það sé verið að tryggja fjármagn til þess að vinna þetta. Þannig er verið að taka stórt skref í það, því eins og formaður kom inn á, þannig er verið að taka stórt skref í að kerfið tali allt saman og ég hef sérstaklega hlynntur því sem hann kom inn á í málu sínu að þetta kannski verði nýtt til frekari útfærslu og sérstaklega þá gagnvart öldruðum vegna þess að það er eitthvað sem ég held að væri hægt að vinna með sambærilegum hætti þannig að allt kerfið hjálpist að vinna með þessu sístækkandi málaflokki, bara svo það sé sagt. Ég held að ég sé bara ég ætla ekki að koma með eina spurningu á formann, ég ætla bara að lýsa yfir ánægju með hans ræðu, ég kannski bara get tekið undir með bæjarfulltrúa og andra, þetta er bara tiltölulega skemmtilega ræða ágæta málaflokk og ég held að það sé eitt af því sem að við getum verið stolt af og tek undir með þeim sem hafa rætt hér, að við getum verið stolt af því að við erum að veita góða þjónustu og við getum verið stolt af þessu góða starfsfólki sem við höfum í þessum málaflokk. Og við þurfum að sjálfsögða að hlúa að þessu starfsfólki og hjálpast að vinna þessu málaflokki framgöngu en auðvitað verðum við alltaf að horfa til þess að gera það þessum hagkvæmastan hátt. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara til þess að bregðast við svona því sem hefur verið og mér finnst þetta mjög áhugaverðar og vekjandi umræður. Það er þó maður vinni að þessu vikulega þá er alltaf eitthvað sem maður getur gert betur og hugsað á annan hátt. Í ræðu minni var ég að vekja máls á húsnæði heimahjúkrunar. Þar er ég einfaldlega að hugsa það að við erum að sinna 600 heimilum, gríðarlega mikilvæg þjónusta og sem sinnir íbúum bæjarins og það er alveg ofboðslega mikilvægt í slíkri þjónustu að tilheyra hóp, tilheyra vinnustað, geta nýtt sér jafningja handleiðslu, sótt stuðning í vinnufélaga og tilheyrt einhverjum stað sem þau geta mætt á og unnið út frá. Þannig að í fullkomnum heimi gætum við fundið þennan stað og þar sem þau eru öll saman komin á einn vinnustað og séu liðseild. Þannig að ég hvet okkur bara sem bæjarfulltrúa og í þeim nefndum sem við vinnum að skoða þetta. Varðandi félagslega kerfið eins og umræðurnar hafa verið hér að þá held ég bara að fjölbreyttar lausnir séu það sem þurfi. Það geta verið húsnæðissamvinnufélög, búseturéttarfélög, vaxtastyrkir og fleira og þarna verða kannski fleiri en bara sveitarfélögin að koma að. Varðandi aldursvæna samfélagið sem bæjarfulltrúi Ingibjörg minntist á, sem mér finnst bara mjög spennandi og áhugavert að því ég held að við séum að gera mjög margt sem fellur undir það, en til þess að taka þátt í því að þá laumaði hún því að mér að bæjarfulltrúi Ingibjörg að við þyrftum að vera í samstarfi við Alþjóða heilbrigðismálastofnunina til þess að verða aldursvænt samfélag.
eitt af því sem við getum öll gert hér inni og sem íbúar sem hluti af aldursvænu samfélagi, það virðinga hvert þessum hóp og reyna að vinna gegn aldursfordómum. Og mig grunar að eldri borgarar eða eldri íbúar bæjarins upplifi stundum að við þessi ungu snöggu höfum svona skoðanir á hvernig þau eiga að lifa sínu lífi. En líka gaman frá því að segja að ég og bæjarfulltrúi Eva erum í vinnuhóp þar sem við erum að vinna heilsu eflandi aðgerðum fyrir þennan hóp og þar eiga þeir sinn fulltrúa, þannig að við erum ekki að tala um þau, við erum að tala við þau. Heimahjúkrun samstarfsaðili auðvitað velferðarsviðs og þar vinnum við með þeim að því að bæjarfulltrúi Eva var að kanna það hvernig þessi ólíku stofnanir eða stofnanir sem tilheyra ekki sama aðila vinna saman, þannig að það helst heimahjúkrun sem við erum í samstarfi við og erum auðvitað að sinna sömu einstaklingum. Varðandi fyrirspurn Andra sem var bara áhugaverð að geta unnið verið með svona störf án staðsetninga fyrir þennan hóp, auðvitað Plastiðan Bjarg bara framleiðslu fyrirtæki og þar allur gangur á því hvernig fólk mætir þar til vinnu bara eftir getu og svo í Skógalundi auðvitað þar allir einstaklingarnir í hæfingu og hlutastarfi, þannig að félagslegu þroski og svona bara það að vera í virkni mikilvægt þessum hóp. Það var eitthvað eitt sem ég ætlaði að segja til viðbótar að varðandi velferðartæknina sem varð hér til umræðu að þá það bara skemmtilegt að þetta til umræðu í velferðarráði á morgun og bara til þess að fara aðeins yfir velferðartæknina þá erum við þarna með velferðartækni sem snýst samskipti og félagslega þátttöku. Ég nefndi það í fyrra í ræðu minni að þá vorum við að tala CaraConnect hugbúnaðinn og Memaxi og Memaxi svona búnaður sem nýtist mjög vel í okkar þjónustu við íbúa bæjarins sem í þjónustu hjá okkur. Svo þetta bara flutningur og hreyfigeta þar sem starfsfólk að leita lausnum, bestu lausnum til þess að fólk getur verið á hreyfingu. Við erum auðvitað að tryggja öryggismál og heimavarnir og þar velferðartækni mjög mikilvæg í alls konar tækni, hreyfiskynjurum og fleira. Svo auðvitað eftirlit og lífsgæði þar sem hitamyndavélar, myndsýntöl og annað notað. Þannig að ég held að við séum að nýta okkur þann búnað sem nýtist hér. Bæjarfulltrúi Eva spurði líka vinnuhópinn varðandi húsnæði og fyrsti fundurinn á morgun þar sem umræðuefnið til dæmis ákveða hvenær við ætlum að skila af okkur. Þannig að ég held ég hafi náð að svara svona sirka öllu sem spurður. Ég þakka mjög góðar umræður. Takk. Það bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sinni, orðið laust. Sem fleira ekki hvað sér hljóðst, þá segi þessar umræðu lokið.